Það er svolítið að 2-2 hérna hlýtur að vera svekkjandi að ná ekki að nýta yfirtölum. Já, virkilega svekktur með að vinningin er leik, gott tækifæri fyrir okkur að komast á toppinn á deildinni. Þannig að virkilega svekktur með niðurstöðu leiksins, að við höfum ekki gert betur úr stöðunni, komnir 2-1 yfir. En það virðist ekki hjálpa okkur að vera manni fleiri, en við fengum svo sannlega tækifærin til þess að klára hana leik í þeirri stöðu, en við hleypum þeim inn með klaufalegu marki úr hornspyrnu. Einmitt bæði mörkin sem við fáið á okkur úr föstu leikatriðum, það hlýtur að svíða. Já, bara mjög. Við höfum verið virkilega sterkir í föstum leikatriðum, en hornspyrnurnar eru oft tilviljanakenndar, en þeir voru bara, það sem ég er ósáttur með, að þeir voru undan í fyrstu boltan, þeir voru meira aggressífir en við í fyrstu boltan og síðan líka bolta 2, þannig að þeir bara í þessu momentum voru þeir aggressífir en við, þannig að ég er mjög svekktur með það. Hvað svona fannst þið vanta þegar þið voru manni fleiri, hvað fannst þið vanta frá Víkingsliðinu þá? Sko, mér fannst við vera að koma okkur í fína stöður manni fleiri. Við fengum fullt af færum til þess að koma okkur, eins og ég sagði, í 3-1 stöðuna sem að hefði drepið leikinn. Þannig að vera bara klínískari fyrir fram marki og síðan líka fáum við flotta stöður þegar við erum búin að koma okkur bak við varnirnar að koma með betri bolta fyrir. Þannig að það er svona að vera meira klínískari og á lokaþrýjungum, á lokasnertingunni sem að varða okkur til að falla í kvöld. Tekur Stíg Diljan og Gylfa Þór sig svona út af báðir á spjaldi þarna á 70. mínútu þegar þeir eru ennþá yfir. Svona eftir á liti, eftir leik, er einhver eftirsjá í þeim breytingum? Já, það getur vel verið að það hefði verið rangt af mér að gera þá, af því að þeir voru báðir flottir í leiknum og Gylfi var að finna sig þarna, en ég mata bara þannig að þeir eru á gulu spjaldi, þannig að það er ákveðin áhætta og kannski var það feilla mér að taka það ákvörðu, en þannig mat ég það bara á þeim tímapunkti. Talandi um möt, hvernig svona meturðu þessa toppbaráttu núna? Valur tapaði gegn Frömrum núna í kvöld? Já, jákvæða við það er allan að við erum einu stigi nær toppsætinu heldur við vorum fyrir þessa umferð, þannig að við bara auðvitað erum við svekktir með að gera ekki betur hérna í dag, virkilega svekktir og eigum að vera svekktir, en bara hellingur eftir á mótinu og jákvætt að við erum komin nær toppnum og við ætlum okkur á toppinn, við erum búin að segja það í allt sumar, þannig að þau markmið eru klárlega ennþá í gildi og við bara þurfum bara að gjöra svo vel að gera betur og vera grimmari fyrir fram að markið og sterkari í varnarföstu leikatriðum. Ólafur Ekroð virðist hann togna, veistu eitthvað hann? Nei, ég er ekki búinn að fá að vita hvað gerist það, en ég svona grunar að hann hafi bara fengið krampa. Hann er gjarnan að fá krampa á þessi svæði, þannig að við skulum bara vona að það sé krampi, en núna allavega langt í næsta leik, þannig að vonandi verður hann bara klár. Langt í næsta leik, fáið 2 vikur í landsleikhelgi, þið eru að endurheimta stóra pósta eins og Gunnar Vatnamar og Daða Berg, ekki satt? Gunnar Vatnamar býst við að fá tilbaka eftir þetta, en það er svona óljóst með Daða. Það gengur verr en við vorum að vonast eftir með hans meiðsli, þannig að það er alltaf með þessi kviðsmeiðsli, þau eru flókin og það er aldrei nein svona nákvæm tímasetning á þessu, þannig að við verðum bara að sjá til með hann. Takk hérlega þessu. Takk sem leiðis.